Þá höldum við áfram hérna í föstudagsþættinum og næst ætlum við að ræða bók sem að styttist í að koma út eftir hann Ástu Kristrúnu, Það sem dvelur í þögninni. Vertu velkomin til okkar. Takk. Segðu okkur nú aðeins frá því hvernig kviknaði þessi hugmynd hjá þér að skrifa bók bara yfirleitt? Já, það nú þannig að við erum með svona menningarstarfsemi og það sem mitt hlutverk að segja sögur og mér finnast sögur mjög mikilvægir í lífinu og alveg frá barnæsku og bara við megum ekki gleyma sögunni í okkur. Og síðan á einni þessari vöku þá kom til mín bókaútgefandi og spurði hvort ég hefði svona áhuga að skrifa bók þetta málefni eða það sem ég var að fjalla þarna á þeirri stundu. Og þannig kom þetta bara til mín. Bíddu, hvar ertu með menningarstarfsemi? Þeir á Já, Suðurlandi? við búum á Eyrarbakka og erum búin að búa þar í 3,5 ár og ég er gift tónlistarmanninum Valgerði Guðjónsssyni og við skiptumst á, ég segi sögur og hann spilar og segir þetta líka sögur eins og hann gerir alltaf. En mínar sögur þar svona varða meira 19. öldina, meðan hans sögur varða svona nútíman og líka landnámsöldina. Já. Þannig við svona höfum hlutverkaskiptingu og þetta tengist 19. öldinni. En það sem kannski er svona sérstakt við mína bók er það að ég er sveitastelpa, ólst upp á Hrossabúi og ég hafði fáa leikfélagana með hestana og náttúruna og síðan voru foreldrar mínir að þau voru listafólk og pabbi minn söngvari og útvarpsþulur en við byggum ekki það langt frá bænum að ég gat sótt skóla í bænum og svo þegar var heimkomið að þá var ekkert sjónvarp, heldur útvarp og sögur. Já. Og sögurnar þeirra voru mjög svona tengdar arfleiðinni. Hver við erum, hvers vegna heiti ég Ásta Kristrún, hverjir hétu það og hvað gekk það fólki í gegnum og þannig að þessar sögur svona hlóðust inn í mig með barnshuganum og ég auðvitað í leiðinni þá sér maður fyrir sér eins og þú sér bara þú lest bók eða hlustar á sögu og af innlifun að þá verða þessar sögur til í mynd í huga þér. Já. Og ég hef búið með þessum myndum allar götur. Svo þetta eldist maður og fyrir að velta vöngum yfir þessu og maður sér þetta í smá öðru ljósi. En þegar upp er staðið að þá sá ég að það var sko full ástæða til að skrifa bók konurnar í arfleið minni og það alveg til lok 17. aldar. Já. Og ég get rakið þetta allt og áallar þessar sögur inn í mér. Og bókin mín byggir á því að ég segi frá því hvernig sagan kemur til mín og svo fjalla hverja persónu fyrir sig. Og í rauninni þetta er megin 8 konur og þetta eru konur sem voru einstaklega gáfaðar, einstaklega kraftmiklar og fyrir vikið góðir kvenkostir. Og fyrir vikið þá giftust þær mætum mönnum eða trúlofust mætum mönnum og þessi mætumenn þeir hafa komist á spjöld sögunar en ekki þær. Þannig að nú er ég í rauninni að taka þær og gera þær sýnilegar. En að auki þá eru þessar konur, þetta eru sko bæði ástarsögur, hvernig ástin var, hún hefur alltaf verið til staðar ástin og hún hefur lítið breyst. Þar ástinni fylgir oft harmur líka. Og þessar konur, sérstaklega 2 þeirra í bókinni, eru þekktar af sumum sem fórnarlömb ástarinnar. Og ég finnst sá stimpill ekki eiga við, því að þetta voru það merkar konur að ég kaus að sýna styrkleika þeirra og hvað þær voru magnaðar. Það er nefnilega ótrúlegt þegar maður skoðar spjöldsögunar og okkar sögu og Íslandssöguna. Og ég var nú einmitt á leikriti sem heitir Kvenfólk hjá Leikfélagi Akureyrar þar sem hundur í óskilum fyrir svo skemmtilega yfir þetta. Og þeir setja það fram á galgopalegan hátt að konur hafi bara ekkert komið til Íslands fyrir á 19. öldinni. Nákvæmlega. Og þess vegna og núna er einhver svona kraftur í samfélaginu núna þar sem við höfum þessa þörf til að draga þær fram og ekki einmitt bara sem eiginkonur eða fórnarlömb heldur. En það versta í þessu að það er svo lítið til skráð. Já. Og fyrir vikið til dæmis eins og hjá mér að þá þessar konur
ef við bara byrjum á föður mínum sem á móður, sem að það er á lífi þegar faðir minn er á lífi og meira segja langamans er þá ekkert svo langt frá því að vera látin. Og síðan á ég móður sem er gift föður, hún var óskaplega sagnamiðuð og hún hélt til haga öllum þessum upplýsingum. Og svo fékk ég þar í frásögnum. Þannig ég á grind, en það sem ég geri, þetta er eins og nú er nýtt orð sem heitir sannsaga, sem er sannsöguleg skáldsaga. Þannig að ég fer bara inn í minn hugmyndaheim og lifi inn í þessar konur, set mér þeirra spor og leyfi mér að búa þar til á þeim forsendum sem ég tel rétt. Og til dæmis eins og í þessari bók, Hilda, að það er svo magnað að því ég er að vinna með fólki á öllum aldri sem koma til mín á þessar sagnavökur, að því að maður er að tala tímabili þegar frelsisbaráttan var í gangi og ég er að tala menn eins og Baldvin Einarsson og Fjölnismenn, að þá reka margir upp stór augu, að því að sagnfræðin var svo leiðinleg og saga í skóla. Sem er sorglegt. Það er sorglegt. Að þetta sé ekki, vegna þess að sagnfræði getur svo sjúklega skemmtileg ef hún er líka svolítið hugsuð þannig en ekki bara í staðreyndaformi. Þú þarft að geta sett þig inn í fólkið, lifað inn í fólkið til þess að meðtaka það. En það hlýtur að hafa verið óbúslega mikið ferðalag fyrir þig bara sem mannveru, sem konu, að því við eigum alltaf eitthvað í farteskinu í okkar poka frá okkar forfeðrum og mæðrum. Að fara í þess að maður fer náttúrulega oft í gegnum svona sjálfskoðunar tímabil og svo þegar maður kannski er ekki lengur úlingur og allt þetta, þá langar mann í þessa, ég finn það allavega stundum, ég langar í þessa sjálfskoðun í gegnum. Það er nákvæmlega þetta sem þú heitir svolítið, enda veit ég að þín bakgrunnur er alveg hárréttur fyrir þessa spurningu, en sem sagt að það sem er í þessu dæmi, það sem er velur í þögninni, þetta hefur margfalt gildi, þetta er ekkert eitt svar. Það er bæði þessar konur sem hafa dvalið í þögninni, en síðan er það líka að í aldana og bara í fjölskyldum, ættliðum, þá safnast fyrir ákveðin þögn. Eitthvað sem atvikaðist og ekki talað ekki hendar að ræða og sársaukafullt og svo framvegis. Þannig að það er líka, í þessari bók, er líka mín leit að svarinu við sársaukanum, við örinu sem hefur fylgt bara minni fjölskyldu, þó ekki bara systkinum mínum og foreldrum, heldur systkinum foreldra minna, ömmum mínum og svo framvegis. Og það getur verið verðmætt fyrir okkur hin, jafnvel þó við tilheyrum ekki þeirri sömu fjölskyldu vegna þess að þetta er náttúrulega sama mannlegt að við eigum öll okkar. Þetta er svo fallegt og það sem ég ætla bara að vona og ég hef einhvern tíma sótt ég nú styrk til þess að búa til svona bara mynd eða fyrirmynd af því hver og einn getur byrjað að vinna með slíkar upplýsingar og spá og spekúlara. En það sem langar að sýna hérna bókina að þessi hérna bók, það sem dvelur í þögninni, forsíðan er mjög svona á huldu, hún er mjög dulúðug. Þetta er eina af þessum konum sem hefur verið fjallað meira sem fórnarlamb heldur en hetju. Þetta er okkar fyrsti stór píanisti þjóðarinnar, Kristrún Tómasdóttir Hallgrímsson, sem maður hverrar fór frá henni og 5 börnum og hann hefur skrifað sögur. Höllminningana, Loftklukkan kom inn á hann og svo framvegis. En hún amma Kristrún, sem ég nú skýrði eftir, föðuramma mín, hún var þvílík hetja og það stendur allt í bókinni. Það er magnað og pínu frústrerandi að það hafi verið staðreyndin og gaman og skemmt. En þú ert hérna svo er ég hérna að sjá hvað þetta er gaman. Alveg. Þetta er alveg í anda Grenjaðarstaða, Reykjahlíðar og það er þess vegna Hilda mín sem ég er komin til þín. Já. Það er vegna þess að ég er mjög upptekin af því hvernig við íslenska þjóðin erum ekki norrlendingar, við erum ekki sunnlendingar, austfirðingar, vestfirðingar, við erum þjóð og við komum úr öllum áttum. Og það sem er svo fallegt í þessari sögu, hvernig ég næ og hvernig bara sagan þróast á þann veg að við tengjum landsornin með ólíkum hætti en frá Aðaldal og Mývatnssveit og
og niður á Eyrarbakka þar sem ég bý núna og geri mikið út á. En mér langar að segja við þig, og það er þetta hér, að þetta, að því það sem dvelur í þögninni, þetta eru passíusálmar, ég ætla bara að segja út frá tengingu landshorna. Já. Þetta eru passíusálmar sem eru sko í eigu Kristrúnar langömmu minnar frá Grenjastað. Og þetta hér skrifar hún inn í til tengdamóður sonar síns, Tómasar, sem síðan gefur Kristrúnu sem framan á bókinni, þessa bók, sem er móðir pabba. Og foreldrar mínir, að því heiti þessum nöfnum, gefa mér þessa bók. Og þetta er sko svo mikill forngripur. Og fjársjóður. Og fjársjóður, þetta er 200 ára gömul bók og meir, og þetta er allt í gotnesku letri. Þetta er einn af þessum gimsteinum sem hvatti mig. Ég lærði nú gotneskt letri bara með þessari bók, með því að hlusta Passíusálmann í útvarpinu og læra gotneska letri með. Síðan er önnur bók sem var mikill fjársjóður, en ég var svo ung og vitlaus sem ég var gefin og mér var sagt að ég væri það sérstök að ég fengi þessa bók að gjöf. Þetta er Guðnýjarkver, Guðnýju skáldkonu frá Klömbrum, sem er þá Kristrúnar systir Kristrúnar á Grenjastað. Á Grenjastað bjó mikið listafólk og afi minn, faðir þessara systra, Kristrúnar, Guðnýjar, Hildar, hann hét Jón Jónsson og hann var séra, en hann var líka fyrsti séran sem fekk konungsbréf upp og það geta stundar lækningar. Hans reyndar pappi og afi höfðu stundað hómópatíu, þannig að hann átti alveg óskaplega mikið á gögnum. En þetta hver Guðnýju er sko þrungið drama. Og mér gefið þessi bók og sagt einmitt með arfleiðina, Ásta minn, þú munt kunna með þessa bók þú eldist. Og smátt eftir sem árin færðist yfir, þá fór ég að skoða Guðnýjarkver. Og þetta er eitt af þessum sem hefur hlaðist inn og vaxið með bernsku minningunni, hvernig sögurnar úr bernsku hafa vaxið innra með mér. Og síðan fæ ég og leyfi mér þetta að bæta inn í. Yndislegt. Virkilega gaman að fá þau og ég hlakka til að lesa hana. Hún kemur út eftir kosningar. Það er ekkert að þetta gera fyrir kosningar. Nei, auðvitað ekki. Það sem dvelur í þögninni. Takk fyrir að koma og takk fyrir að skrifa þessa sögu og ég vona þig eftir að njóta hennar. Ég er alveg viss um það. Takk fyrir þetta, Hilda. Fá konurnar okkar út í dagsljósið, hetjurnar sem eru okkar formæður, en við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.